Síðustu vikuna fyrir jól leggjum við fyrir þemaverkefni í 8. bekk í Álftanesskóla sem heitir Hvað kosta jólin? Þá nemendum skipt upp í hópa, þau fá að velja með sér vinnufélaga, svo mynda kennararnir hópa úr því. Þau draga sér fjölskyldu, eiga að skrifa ákveðna persónulýsingar fjölskylduna. Hérna sjáum við persónulýsingum 3 systkini. Það eru líka persónulýsingar foreldrana. Svo þarf að finna út hvað kostar að halda jól fyrir þessa fjölskyldu. Og það er ekki nóg að finna út jólagjafir og þess áttar. Það þarf að reka heimilið í allan desember og passa upp á að laun og annað dugi til þess. Sumir hóparnir leggja svolítið meiri vinnu í þetta en aðrir. Sjáum hérna svolítið skemmtilegt ættartré. Og hérna sjáum við alla merkimiðana sem að þessi fjölskylda ætlar að nota þessi jólin. Það þarf að finna út launin, hvernig skattar og annað hafa áhrif á laun. Það þarf að ákveða jólamatinn, margir með myndir af jólamatnum. Það þarf að reka þetta og eins og þið sjáum hérna eru launin aftur, þetta er annar hópur. Hver mappa hérna er sér hópur. Hér er verið að reka bíl, borga húsnæðislán, hiti og tryggingar og sími og annað. Og hér sjáum við hóp sem að bjó til í raun bara nánast matseðil fyrir heila viku og margfaldar það svo sinnum 4 því að þeir sá ekki alveg ástæðu og enda óþarf að búa til matseðil fyrir allan desember. Síðan þarf að gera jólakveðjur, ekki bara á íslensku, heldur líka á ensku og dönsku. Og hérna sjáum við skemmtilega uppsettan matinn og hérna jólakveðjurnar líka. Svolítið skemmtilega uppsettar. Alls konar jólakort. Og meira að segja í þessari fjölskyldu var ég man ekki hvort hún var 5 ára, sem var að tekna jólakort fyrir foreldra sína. En þetta er virkilega skemmtilegt verkefni, það kemur börnunum svolítið á óvart hvað það kostar í raun og veru að halda jól. Og í lokin er verkefni metið af umsjónarkennurunum og nemendur þurfa líka að uppfylla sjálfsmat og jafningjamat. Sem sagt, hvað gerði ég og hvað gerðu hinir í hópnum. En þetta verkefni erum við búin að leggja fyrir núna rétt fyrir jól í 8. bekk í nokkuð mörg ár.